ég og kona mín við talað það að þú veist, þetta bara þægildi þegar algoritminn veit bara hvað ég vil og beinin með auglýsingar þanga bara, það tilbúð hérna og þú veist, það svona hvísla ég alltaf að símanum mínum á hverju kvöldi bara eitthvað sluts near me og eitthvað svoleiðis og ég fæ bara bestu auglýsingar með hvað? Gullfallegan daginn, Davíð. Góðan og gullfallegan daginn, Birkir. Yeah, that's my name. That's my name. That's my name. Don't wear it out. Nei, hvernig var þetta? Nei, það var Mr. Plow. Það var Mr. Plow. Já, það. Wow, hvað ég rústa þessu. It was a good joke in my mind. Akkurat, það var bara búin nýtt. Já, nei, heldur bara. Góðan daginn. Góðan daginn. Svo fyndi þegar maður með svona mikið ADHD að hausinn svona fer bara langleiðina með brandarann og síðan kemur maður svona í miðjunni blablabla. Já, það vantaði pönslannið alveg bara. Já, allir að leið. What are you saying? Já. Ég veit ekki hversu oft ég kannski pissaði eitthvað hér byrja samtal, kannski í hausnum kem til Þórun á sig bara New York og hún bara, what? Var ekkert með í fyrstu 10 mínútum á þessu samtali. Nei, bara in my mind já, veist New York hún bara, hvert að tala ég veit ekki hversu oft þetta gerist allavega hjá mér Wow, ég endur ekki í þessu sko veist, líka þetta með að ég hátíði mitt þegar eitthvað segir, já, ekki fara á tjóti maður ekki alveg, já síðan ég bara komin á jammið og já, hvað með þeir koma og redda þessu og eitthvað svona ég var að segja að við erum að fara að jammið og þú ert komin bara reddaður fari heim já, er ekki allir þannig hvað ætlar að borða á morgun já. Þetta er alveg hræðilegt sko. Þetta er hræðilegt Hvað er fréttaðir? Herðu bara allt þokkalegt sko okay. Jú bara góður, neikvæðum november og svona neikvæðum november, já no noise November no noise shut your fucking mouth Þetta verður senastur neikvæðu november hjá mér síðan verður bara jákvætt árið eftir þetta It's gonna be hard allur desembermánuður, eða eftir manni næsta ár já, veist, það verður náttúrulega dásilum desember eftir þetta það má svona einn já, það er líka búið að vera bara eitthvað kalt og blautt og dimmt og eitthvað bleið já, ég veit það maður sjónvarpinn í svefnarbygginu mínu er að eyðilegast svo leiðilegt æjæ Þitt er náttúrulega ónýtt líka já, sjónvarp í stofunum minni er ónýtt en það er náttúrulega hundruðin borðaði það hún beit í sjónvarpið, já. Og eðilega það en hjá mér það bara, veist, þetta er 8 ára gamalt eða eitthvað flott sjónvarp maður og síðan allir bara byrjaði að koma svona dökk svona helmingurinn sjónvarpum mjög dökkur já, það byrjaði svona eyðilegast þarna niðri letið mögulegt og ég fór bara að pæla þetta er svo leiðilegt þegar framleiðendur eru að nice búblur og björn skál fyrir því skál þegar framleiðendur eru að framleiða eitthvað sem endist ekki alveg bara þolið ekki já, planned obsolescence heitir þetta planned obsolescence so close but yet so far akkurat og þetta er svo leiðilegt veistu út af hverju þetta er? Svo fyrirtækin græði meira selja bara aftur og aftur en veistu hvernig þetta byrjaði? Býtum við, þetta var eitthvað með Edison peruna að gera, var það ekki? Jú, mikið rétt sko wow. Sko, þetta er ekki planað, ég bara vissi þetta þá, því að þeir voru að framleiða fullt af framleiðendum að búa til perur ljósa perur, já og þeir voru bara að gera þær of góðar voru ekki það eðalegast og náttúrulega bara Exhibit eins og rappari já anyway, það er náttúrulega hún er búin að vera í hvað 120 ára já, hún er ennþá í gangi já, kveikt á henni já. og þeir komið sér saman allir bara the CEOs bara eigendurnir komið sér saman
og ákveðu þetta bara, hörðu, allir þurfa að gera þetta og út frá því voru önnu fyrirtæki bara og byrjaði að gera það sama og framleiða lélegri vöru pældu í því viljandi að gera þannig að hún bilar að eðilegst eftir 5 ára eða eitthvað ég veit að við höfðum tæknina fyrir meira en 100 árum síðan til þess að gera þetta vel en það var engin profit í því þannig að bara pældu fuck those consumers við værum ennþá með sömu peru síðan 2000 nákvæmlega það væri insane en til dæmis er rafmagnsreikningur þinn eitthvað að minga? Ég bara ég borgi ekki á þess Nei Ég er að stela rafmagni frá nágrannanum bara pæla ekki í því bara, nei, mér finnst það svo fyndið þegar það er oft verið með leddperur og halogen og whatever en samt hækkar alltaf kemur alltaf upp á móti sko maður er eitthvað why do I fucking bother sko velkomin í neikvæða nóvember þátturinn heitir það bara neikvæða nóvember til það þetta er alveg sástu hérna sem var í fréttunum með Miss Universe þegar hérna gaurinn aðal eigandi að stjórnandinn kemurnar eða eitthvað svoleiðis kallaði Miss Mexico heimska allir bara löpuðu út not a good look, það var svo geðveitt fyrir fram að fullta myndavélum og bara allar fegurðardrottningarnar sátu þarna og hann bara you're stupid eða dumb eitthvað, ég man ekki hvað hann sagði nákvæmlega en og þær bara fuck you og stáðu upp og löpuðu út bara sem er bara respect sko og veistu hvað gerist síðan? Hún vann akkurat skrítið að hún vann alls ekki svo fallegasta sko. Nei, það er nú ekkit alltaf þannig sem það er fallegasta manneskjan sko. Þetta á náttúrulega að vera meira heldur en bara útlitið skilur veist, standa upp fyrir veist, er þetta ekki fegur að samkeppni? Maður held það getur maður bara tekið þátt út maður er góð manneski bara greinilega þú ættir ekki að taka það Nei, hvorki fallegur nýja góður Jú, þú ert alveg sætt svo var eitthvað sem að datt af sviðinu líka hún bara hann svona dotti í gegnum sko gólfið nákvæmlega og gullfalleg bara svona bam, svona hægri, vinstri svo vandræðalegt maður þetta er svo vandræðalegt kaos þessi keppni mér finnst þetta svo fyndið þegar fólk gerir þetta að þetta er bara svona margaleg og sér komast börurnar og taka hann út ég væri bara kill me now nákvæmlega ég væri þetta tók smá hérna feilspor þarna í loki heldur betur og síðan er líka hérna Trump og Epstein maður það er bara maður kemst ekki hjá því að heyra eitthvað en það bara 10 sinnum á dag sko. Og svo fyndið, þú sagði mér að það kom einhver skjöl tölvupóstur þar sem að var þetta ekki bróðir Jeffrey Epstein sendir sem sagt á Jeffrey er Putin með vídeóið af Trump blowing Bubba og Bubba er þekkt gælunafni við Bill Clinton fyndu þessa mynd í hausnum á þér bara en þannig að var Bubba með vindil líka? Það er spurning það er hans signature move sko. Það er vindillinn láta sjúa sig það er hans signature move akkurat mér finnst þetta magna bleita vindillinn aðeins just a tip en síðan leið og þetta kom út þá kom allt í einu Trump út með öll Epstein bara allt í einu en núna bara Epstein skjölin að fara að koma út sko það er ekki öll það er eitthvað í og svo verður eitthvað redacted búið að túsa svart yfir eitthvað staðar og eitthvað svoleiðis það kemur svona svart Bubba nákvæmlega bara 10.000 blaðsir og svörtum línum sko en hann náttúrulega ætlar bara að þú veist, hann kallar þetta democratic hoax núna og eitthvað svoleiðis þannig að hann ætlar bara að reyna að finna eitthvað á demokratana eins og Clinton og fleiri sem hafa verið minnst á þessum skjölum
Þannig að þetta verður áhugavert þetta er næsta árið sem að þetta verður staðist í fréttum sko. Veist, mér finnst þetta bara svo fyndið þegar þetta er náttúrulega veist, hverju á maður að trúa lengur og það sjáðu til dæmis bara, veist, ég er ekki Trump-maður og veist, ég bara get ekki verið, hann er ekki góður maður hann er að gera sitt besta fyrir sig og sína fjölskyldu fyrst og fremst en og þegar janúar, 7. janúar við fengum að sjá bara veist, í fréttunum þegar hann eitthvað bara we're going to the Capitol and fight eitthvað svoleiðis og allir bara just fáiði maður svo kemur bara BBC bara sorry við kliftum þetta og allan tíman voru mjög mikið af fólki bara veist, fake news maður var eitthvað bara og þeir allir kallaði klikkhausar bara klikkhausar og núna er maður alveg bara hvað annað hvað á maður að trúa það er að mjólka eða þú veist það er að fæða mann með alls konar svona einhverju efni og maður bara reynir að trúa því en þú veist ég bara trú veist, ég veit ekki bara hvað maður á að trúa lengur nei ég veit það ég meina ég fæ flest alla mínir fréttir frá Joe Rogan, Fox News og TikTok og ég bara veit ekki hvað ég á að trúa lengur solid news þú veist, það er bara það eina sem ég treysti á Joe Rogan bara segir alltaf sannleikann sko. right það er ég pínu að íkja en já mér finnst þetta svo galið og síðan náttúrulega við erum náttúrulega öll alveg bara já maður, djöðl trömbleiðileg maður sem bara, ok hann var bara, veist hvetjum þau að gera rétt maður eitthvað bara, oh shit, hann sagði bara akkurat opposite en svo líka, eins og ég segi eins og við erum að tala það er alltaf sprengt upp það versta og neikvæðasta skilur við, bara svona til að fá headline-in, þetta pæli söðinu það er eitthvað söði ef þetta kemur í upptökunni þá verður bara fólk að afsaka það en já, eins og þegar hann kallaði einhverja fréttakonu Piggy borð í flugvélinni skilur við hver hefur ekki sagt það? Já, nákvæmlega bara mitt okkar nákvæmlega, en já, hann er að missa sig á fjölmiðlafólk alveg hægri vinstri og eitthvað svona og það er bara, þú veist, ok, þetta var 3 tíma fundur en það eina sem við fáum að sjá er þetta 10 sekúndna brot af það sem hann missi sig á eitthvað fréttamann en við veitum ekkert hvað restin fjallaði skilur ég veit að mér finnst þetta galið sko sem voru við mótmæli í Mexiko ég mista því, hvað var það? Mistur á því? Nei, jú, ég var ekki búin að heyra því það voru unga fólki var að mótmæla ofbeldi með ofbeldi já, akkurat en mér finnst svo cool sko of mikið ofbeldi skulum bara berja alla drepum alla sem eru með ofbeldi þetta er pínu oxymoron hérna en mér finnst svo cool allir sem mótmæli, ég held að það byrjaði í Indlandi eða eitthvað, það er kom aftur með fánan, One Piece fánan, úr hann manga dæminu, það er bara orðið svona tákn mótmæla eða eitthvað svoleiðis, það sem fólk er að standa upp í hárinu á stjórnvöldum þannig að mér finnst það svo cool, ég meina fyrir 10 ár, 15 árum síðan eða eitthvað var það V for Vendetta gríman alltaf skilur og og er það svo sem ennþá með Hakkarana, Anonymous en já, mér finnst það svo cool hvernig koma svona merki þú veist, One Piece, mér finnst það skrítið mjög skrítið sjórningafánum sem sagt talandi mótmæli eru allir hættir að mótmæla Free Palestine núna já okkur, veist, veist, allt þetta góðlið sem er búin að vera mótmæla Free Palestine hvar er það með Nígeríu? Með Nígeríu? Já það er örugglega bara næst í hlaupinu á þessari byssu sem þau eru með sko kemur mér ekki óvart, þá bara hérna verður það að gera miklu verri hluti það eru 100.000 sko kristnir sem er verið að slátra það er verið að slátra það er enda satt, þá á enginn eftir að pæla í því nei, þetta er í Nígeríu þetta er ekki cool og þetta eru kristnir sem eru verið að drepa, það er áttu öðruglega skilið þetta er ekki mín orð þú veist, ég er bara að segja því að þetta er ekki, ég veit það þetta er ekki svona minority að þannig að en þau eru alltaf bara veist, all lives matter segja það ekki, nei, það er racist náttúrulega það má ekki vera með
breska fánan, hann racist líka Já, þetta bandaríski fánur reyndar líka Já. það má í dag sko. þetta mjög skrítið Já, það mjög erfitt að vera réttu meginu í sögubókunum núna einhvern veginn. Það þú veist, maður pælur að líði bara að fólk alltaf að segja bara, hvað heldur að sagan eftir að standa, þú veist, hvað hefðir þú gert ef að þú var í Nazi Germany og eitthvað svoleiðis, hefður þú falið gyðinga og eitthvað svona, bara hvað alltaf standi í sögubókunum, en bara, ég bara, þú veist, það sem ég lifi af já, er ekki, veist, hataður nákvæmlega, ég meina, svo lengi sem ég er ekki stungin eða settur í fangilsi eða eitthvað, þú veist, bara, já, ég bara hugsa um mig og mína og bara, þú veist, já eins og núna, út af því til dæmis bara besta dæmið er hvað heitir Disney Disney er að sko, skilur ekki, bara er ekki að skilja Já. okkur 90% af strákum og kallmönnum sem voru að horfa á veist, þeirra efni eru hætt þeir bara skilja það ekki Nei. bara síðan Me Too momentið var Já. sem var 2017 ekki lengra síðan, það getur verið Já, og þá er náttúrulega bara krakkar ungir strákar búin að alast upp við að þeir eru vondukallarnir ég veit það og þeir, veist, og allt efni frá Disney er bara, veist, women power, veist, women, veist, girl bosses og allt þetta og sem bara alltaf að lemja kallmannin vondur hvað haldið það gerist? Já, ég veit það svo reyna þær að bjarga, þú veist, eins og ég heyrði hérna þegar Princess and the Frog kom út að hérna þá mitt fóru engir strákar á það mynd, þá horfðu engir strákar á þessa mynd og þeir bara, já, heyrðu, það er örugglega því að það er princess í titlinum og þannig kom hérna hvað heitir áttu karakter með hárið í turninum Já, hérna Goldilocks, nei Já, Tangled Já, myndin héti með Tangled þegar ákvaði að láta hann heita Tangled til þess að laða að fleiri stráka það hafi ekki eitthvað svona girly í titlinum Já, Princess in the Tower Já, ég man ekki hvað sagan hét en hérna, þið veitir hvað ég á við en já, í staðan fyrir að þannig þeir eru svona að reyna að bjarga sér bara fara bara krossvittlust að því og komið aftur með myndir eins og Lion King og Aladdin og sem að bara allir gáttu að horta á og notið, veistu hversu oft ég hef séð Aladdin, ég elska þessa mynd og minna, hérna Mulan Já, Mulan, fyrir ekki Wuhan fake virus nei, þú veist, þar sem að eins og Mulan, þar sem að aðal karakterinn er stelpa en myndin er geggjuð þú veist, bara pjúra girl power mynd, bara frábær mynd en þar sem hún reyndar þurft að, já, þú veist, hún lék kannan kallmann og eitthvað, en bara til að sína hvað í sig bjó hvað var þeim þessa myndir? Sko, ég hef alltaf sagt að einu bara bestu myndunum ever eru það sem konur eru í aðal hlutverki en þær þurfa að vinna veist, bara eins og veist, vinna að sínum kröftum eða veist, komast yfir hlutina en veist, eins og Disney hefur gert undanfæri með veist, Marvel og eitthvað svona það bara, já, stelpa, þú farið allt þú ert ekki að hafa neitt fyrir þessu þú bara, veist, já nákvæmlega okkur eigum við þá að, veist yes, bara, já, ég nefnir ekki að horfa á þetta nei, nákvæmlega en við viljum ekki að hafa þetta kaupinu þátt nei en sástu ætlaðu þú að kaupa iPhone sokkin nei ekki, en hvað er það samt? á $230 what the actual fuck, hvað er iPhone sokkurinn? ok, getur þú ímyndar skýluna hjá Borat já, þetta er þannig sokkur sem þú lætir yfir öxlin og lætur bara iPhone-in ofan í what? já, eitt sokkur svona, veist, fyrir iPhone-in á $230 Jesus fucking Christ þetta var að koma út og fólk er bara, hvað? En það finna við hans seldist upp að sjálfsögðu að þetta er fucking köld ringi það ég er búin að vera að tala um það frá byrjun þetta Apple kjaftaði er köld að kaupa fucking sokk utan símaðinn sem þú getur verið yfir öxlina þér fyrir $230 veistu hvað þetta er mikill peningur? Já við erum ekki að neikvæðir ég skal selja þér mína sokka fyrir $180 ég er bara spara fullt af pening nei takk bara ég skal fara úr sokkarum mínum sem ég er í núna og láta það fá
Samúð 10 skall skeðveiki maður var alveg séð svona Balenciaga og eitthvað svoleiðis sem er að selja eitthvað svona styrlun Já, þú veist, einhverja úlpu á $500,000 og eitthvað bara geðslega ljótt ógeðslega ljótt bara ég myndi aldrei láta sjá mig dauðan í þessu þó að vermiðin maður ennþá á sko Þetta er sambæki var einhverju sýningu í Milano já, Þá kom fancy pants Garðabær já, greinilega Og þá var kona í skítum skóm veist, Ok. eiga verið hvítir en voru skítugir Já. og rifnum gallabuxum og í bara svona þykri peysu sem var öll drullu skítu og rifin ok, Ég held svo að- bara heimilislaus Já, eða eitthvað. ég held að hann var heimilislaus Ég spurði hérna strák sem var með mig bara, veist, bara hún heima hérna? Mm. Hann bara, já, þetta er allt Gucci föt já, einmitt peysan kostaði 150 skall buxurnar 100 skall, skotni 200 skall já, eitthvað svona ég var bara oi, ég myndi ekki láta sjá mig í þessu nei veist, allt eitthvað svona bara já, skilit ekki sko nei hvað nóvember já ég rakst á hrétt hérna frá Bretlandi þar sem að þeir eru búin að setja út lög að hætta svona animal testing alls konar svona vörum og svoleiðis ó, bara beint í fólkið bara já, hælisleitundur og heimilislausa sýnist mér staðið fyrir að deport them já, bara beint hingað inn Akkurat. í testing bara hérna er gasklefin, nei ég meina styrtuklefin please don't cancel me hvað ætlaði að testa þá ég veit það ekki, nei en samt veist, jú, þetta er samt rétt frétt sko, ef ég eða sönnfrétt, þeir þetta. ætla að hætta því að pröfa alls konar vörur á dýrum já, en mér var að hugsa bara að 2025 þurfum við að testa vörur á dýrum ennþá erum við ekki konum með betri tækni til þess að pröfa nýja varalitin frá L'Oreal eða sjampóið frá Head & Shoulders skilur við erum alltaf með head and shoulders á apa já, með varlit og svínið nákvæmlega ok, þetta er alveg nákvæmlega, augun dött úr svínunum við þennan varalit þú veist það pröfum næsta svona mellur rauður já, nákvæmlega klæða svíni í nælon sokkabuxur og setja og eitt auga svo þetta virkaði ekki Nei, bring me another swine við veist það magna já, talandi um hérna Bretland, veistu hver hérna Brian Williams er kannast hann er hérna Scottish Korean gaur sem er búin að vera með Skoti og kóri blandaður já, já, ok og hann er búin að vera með svona myndbönd á TikToki og á móti sem sagt bara, veist, hann er með veist, muslimafóbíu ok, hann er bara, veist, það er hérna öskrar, veist, í kameruna já, bara, alveg rétt, já veist, ekki sofa hjá 6 ára stelpum og eitthvað svona ok, veist, já agree to disagree I was it happened já, bara, ansi oft okkur má maður ekki segja sannleika á stundum já, já, á þess að vera bara, já þú ert bara með fordóma ef þetta þetta var illa sagt en þetta er sagt, okkur má ekki segja þetta já, anyway, og þessi gaur hann, veist, jú, það er fullt þarna sem maður getur bara sagt að þetta sé, þetta er fordómar og allt þetta Já. jú. já, En hann fór til Bretlands já, og var handtekinn ok náttúrulega fyrir að posta já, já, veist. svona hattur svo orðræðið eitthvað hann bjóst við að myndi fá bara sagt og veist, bara þannig já, nei, þeir kærðan fyrir terrorism já, hann bara, oh shit já, akkurat fyrir að sko segja sína skoðun á okkur já, segja bara, veist, okkur eru komin hingað og veist, Já. það eru fullt á öðrum löndum hann kringum ykkur akkurat, segja þetta og hann bara terrorist já, maður ég ekki veit að bara, ok Bretland er nefnilega hægt og rólega já, kannski ekki svo hægt og rólega að breytast í bara nasista Þýskaland að því að þarna er mitt bara verið að búa hvað var það? Fleiri 10.000 sem er búið að handtaka
fyrir að segja eitthvað á Facebook og Instagram og eitthvað svolítið og hérna ég held að sé kringum allavega seinast þegar ég sá þá var allavega 13.000 manns búin að vera handteknir akkurat á meðan í Rússlandi voru 800 manns handteknir fyrir að segja eitthvað pældu í því og það ég reyndar fólk í Rússlandi held ég pínu eins og lamin hundur og þú eru ekki að segja neitt hefur ekki þorað að segja neitt nú síðsliðin 50 ár en þú veist en já, en samt þetta eru sláandi tölur þetta Bretland ég veit það, þetta Bretland og Bretland náttúrulega Bretland kökt já hefur þið farið til Bretlands? Já það er sem sagt fyrir utan borgina borgina Bretland? Já borgina Bretland? Já tala um London eða? Já, ég tala um okay. London bara þess að svifina ok þú ert alveg var hann að djóka? What? já, ég var að djóka já, ok I'm not that stupid Nei. I'm stupid but not that ok, good anyway, og göturnar eru mjög mjóar og fólk er oft alveg að brjála út í bara gangandi vegfarendur og hjólinn og allt þetta þeir ætla að minnka göturnar núna já, einmitt það er 12 fet núna göturnar fyrir 2 bíla er ekki mikið með hvaða 4 metrar rúmur já, þeir ætla að minnka til 10 fet út af því að þeir ætla að hafa svona cycle lanes sikkur megin hversu það verður ekki á svo marga hjólreiðamenn sko ég veit það okkur er það veist, ég er ekki pólitískur nei bara alls ekki já. en okkur er þarf vinstra fólkið alltaf að eyðileggja allt þetta fyrir hjólreiða fólkið það er ekki það margir af hjólum þetta er 1% ef það nær því sko nær því nei það kom bara, okkur þurfum við alltaf að gera þetta við skildi ekki nei enga veginn talandi þetta svona hérna svona green dæmi eitthvað að vera þú veist labbandi og hjólandi og eitthvað það var náttúrulega COP30 ráðstefnan loftslags ráðstefnan í hérna hvar var það? Í Amazon frumskóginum eða eitthvað núna að klárast ok og þeir sko flug ekki allir bara einhvern þóttum jú, fyrir utan það þetta voru skriljón af kolefnisspor sem að kom að þá fyrir þessar ráðstefnu þetta var ekki í ykkur höll sem var til fyrir ráðstefnuna þeir eru að byggja þessa ráðstefnu höll og til þess þurftu þeir að ryðja helling af trjám úr Amazonskóginum oh my god sem ég talaði sem lungu heimsins sko til þess að fullt af ríku fólki gæti látið taka myndir af sér fyrir fjölmiðla það skilar engu fucking gagni ég meina það eru Bandaríkin, Kína Indland og Rússland sem menga mest af öllum, þeir menga meir en 50% af heiminum mikið meira örglega og enginn að þeim mætir á þessu ráðstefnu enginn, það kom enginn frá Bandaríkjunum já, pældi því þú veist, fjölmiðlar kannski eða eitthvað svoleiðis en enginn sem skiptir einhverju máli eða getur gert eitthvað, það hefur eitthvað að segja og Trump er sjálfur bara coal, beautiful coal, bara vill fara að brenna coal og olíu aftur út allt og bara, þú veist til hvers erum við að þessu? Öllu þessu pening og allt þetta já, ég meina þetta er svo að hlaupa með vasklásin í brennandi hús og þykjast gera eitthvað gagn já, I'm a good person nákvæmlega, ég hjálpaði bara húsið brannsamt já við talandi svona heimsku við Íslendingan ríkisstjórnin veist bara Ísland við erum friðað þjóð, það ekki? Jú. Við erum búin að segja þetta í bara síðan við hættum að drepa alla hérna í Víkingöldinni akkurat og þá hérna erum við vorum að senda 9 milljarða til Úkraínu til að kaupa vopn já erum við þá ekki involvið í stríð þá? klárlega Er það ekki? Jú. Mér finnst þetta svona, getur ekki tekið þess 11 milljarða og sett þeir í leikskólana sem allavega í Reykjavík þar sem fólk er að vera geðveikt á akkurat eða lögreglunar eða betri kennara bara landamæri eftirlit spítala bara eitthvað til að byggja okkar aðeins upp staðan fyrir að fara í eitthvað fucking stríð
Ég veit það. Það eru nóg aðrir, það er veist, mikið af öðrum sem eru að hjálpa þeim Já. Okkur eru við bara, já, við erum góða fólki hérna er við höfum ekki efnaði en hérna Nei, ég veit það Og þetta er bara, þú veist rökin eru bara, já, varum að hjálpa þeim Já, en þú veist, ef að þú segir, herðu, nágranni minn tekur ekki upp eftir hundin sinn eða eitthvað, með langar að drepa hann og ég er bara, hérna 100 áskall, fara að keyptu þið byssu Er ég þá ekki involveraðar í það? Jú, þetta er heimskulegt Þú veist, Þetta er svo heimskulegt það er allt annað, þeir myndi segja hérna 100 áskall, farðu og ræður eitthvað sem að tekur upp eftir hundin og allir annaðir Já, Það er allt annað já, en hérna eru peningur fyrir byssur Já, og farið í stríð fara að dreftu Já, ég er ósátti við þetta Já, Ég er alveg síðan klárlega, þegar þú veist við erum hérna öryrkjar og einstæði fóreldrar og annað sem að, þú veist, bara krafs í bakkan Ekki við Nei, við erum fullt af peningum Það er alveg guilty pleasure hjá mér að fara inn og svona brask og brallsíður þar sem fólk er eitthvað ég er einstæð 8 barna móðir og á bara 200 krónur á kortinu og ég komið alltaf bara, nei Guilty Fáviti Svona garpa einhverjum í þér Já Búin að flytja út en getur ekki garpa úr þér Nei Bara nei, punktur Hversu Nei Wow Það byrja að gera þetta þegar fólk er eitthvað setjið amen Nei Og ekki einu sinni anonymous Ég posta bara undir nafni sko Nei Og bara sjáu þið fallega barni mitt byrja í leikskóla Nei Já, nei, hvað er maður? Spread the hate Já, maður Ef ég myndi segjum að ég myndi vera akkurat öfutt við þig Já. og vera eitthvað, já, hérna Andanum myndi ég ekki geta mata fjölskyldunum mína Ef ég væri að reyna að hjálpa öllum Já. þá myndi ég ekki hjálpa neinum með mér Erum við ekki svolítið þannig líka? Ég meina við erum að hjálpa öllum bara með því að vinna og borga skatta sem eiga að grípa þetta fólk sem að getur ekki unnað einhverjum ástæðum eða lendir í einhverjum áföllum í lífinu skilur, sem það getur gæst og það getur komið fyrir mig að þér líka að þú veist þá á, já, akkurat en þá eiga beint í klófi, nokkar húður Hlinurinn maður Þetta er nota Er þetta hnota? Nei, þetta er eik Ok, hnotan of duck Já Let's Herðu Já Sástu hérna DoorDash konuna stelpuna Hvað var það aftur? DoorDash Það var sérstætt kallmaður sem Fyrir það sem við ekki vita DoorDash er svona eins og Volt og eitthvað svona í Bandaríkjunum Já Þessi maður kaupir einhvern mat og sendir í skilabóðin skildu matinn eftir fyrir utan Ok, ekkert mál Hún kemur á hurðinu og það er svona smá rifa og hún lítur inn og hann er sofandi, ekki í buxum með slátrið þarna lafandi, bara í sófanum sínum bara sofandi hún lappar inn tekur mynd af honum og postar því að þetta var sexual harassment What? Já hún er alveg bara I'm the victim Tróma Já og alveg bara sko hella tróma fyrir hana Geirir bara býður eftir matnum maður had a wank og sopnar Já og hún bara kemur bara í sínu eigin húsi Já, hún lappa bara inn Jesus Christ Vá, vonandi verður hún jörðuð Já, veist, DoorDash rakkana og hún ætlaði bara að kæra nú hefur hún enga vinnu bara hvað heldur að veist, láttu matinn niður og lappaði burtu Þetta er skýr skilaboð og þá er þetta bara innbrot sko Já Þú veist og brot á persónuvernd og eitthvað skilur hún postaði mynd á hann sko. Jesus Christ Ég myndi kæra hana svo ógeðslega mikið til dauðan sko Ég væri bara, það var kalt inni hjá mér Já
Þetta lítur ekki svona Akkurat, það er skuggi og já, akkurat slæm lýsing já, og, mjög kalt og slæm lýsing já, akkurat það er alltaf vandamáli sko. Þú kommentur undir, nei Nei, já Líf Já, nákvæmlega Nei, hvað nóvember Ég nefnilega kom með lifehack Hvernig? Í svona, þú veist, nóvember, desember Já. þá hætti ég bara að fara til sálfræðingsins og borga honum fullt af pening Já. og fer bara og sest í kjöldun á jólasölunum í IKEA og trómadömpa bara á hann það kostar mig ekki neitt Jæja, Davíð, hvað maður bjóða þér? Sko, ég vil Pabbi minn elskaði mig aldrei sko. Það er gat á pústinu hjá mér Já, akkurat Svarta vilur ónýtt og hundurinn átt sjónvarpum mitt Greiði jólasendin sko í IKEA horfir í röðina sér þig Hæ stúfur Blikk Þetta er Pétur Alltaf ángafði af viski og eitthvað bara, já, Jesus maður Konaðinn alltaf alveg bara stendur alltaf með þér Já, verður fljótur með það Já, akkurat, þú fyllt að bönnum að býða Já Krakki, má ég vera næstu? Þegiðu Ó, Jesús maður Leif mér að klára Já Nei, já, að því vorum að tala um Nígeríu áðan Já. Núna nýlega þá voru rænt yfir 300 börnum og kennurum úr skóla í norðurhluta landsins Nú, Voru kristnir eða? Já, Ó, mest allt stelpur Ungar stelpur, bara í grunnskóla aldrei já, frelsun Nígeríu Enginn að tala með það Upp með fannuna Ég veist, hvað er góða fólkið? Já, Hvað eru mótmælin hérna? nákvæmlega Ef ekki, veist Hjálpa þeim Já, maður hefði haldið það Já. Nei Nei, Herðu, þú veistu hver Candace Owens Candace já, Candace Owens Vá, já, ég byrja já, að stama þarna bara já, hún er umdeild Hún er mjög umdeild Já, Og þegar Charlie Kirk var skotin þá varst þú bara á nanosekundu bara tókst álhattin upp þú veit, þetta er eitthvað weird já, ég er eiginlega komin á sama bát og þú sko já, það ekki jú, Ertu búin að vera að fylgjast eitthvað með henni? eða? hún er svo fucking leiðileg maður Já, hún er svo leiðileg en Hún er veistu ekki hvað hún var að posta núna hvað? hún er að gefa í skyn að eiginkonan hans Já, og hans fyrirtæki já, já hafi verið á bakveita Já, það er nefnilega alveg grunnsalegt hvað hún er fljóta að bara, þú veist, vera bara brosandi og dansandi eitthvað bara Já. vik eftir að hann var skotin í hausinn Já, veist, en samt veist, you set up a pretty face sko. Já. Þú ert í veist, einhverjum svona Samt þetta aðeins of mikið, sko Þú veist, hún var hann að grátandi eitthvað fyrst og svo allt í einu bara er hún hlæjandi og dansandi, skilur ég bara ekki, þú veist, read the room, sko Já, það hafa veist, fullt af fólki bara veist, byrjaði sambandi mánuð eftir sko. Já, þetta er samt bara brútal, sko Já, veist, ég vil að ef ég verið skotin þá vil ég að Þórun bara syrki mig forever sko. Já, bara forever ég skal sjá til þess Já. En ég er allan á veist, þegar gaurinn er að hlaupa af hústækinu Já Hvar er byssan? Kemst ekki í bakpokan hans Nei, Hvar er hún? já, ég veit það Ég er komin á þetta ég Já. er bara, það er eitthvað suspicious Já, svo man ég ekki hvað það var nákvæmlega en það sem að hann átti að hafa skrifað eitthvað svona transdót eitthvað á byssukúlurnar Já. það er bara eitthvað sem að er stimplað á allar byssukúlur frá það var eitthvað skamstöfun skilur sem bara stimplað á allar byssukúlur Aha. frá þessu fyrirtæki og eitthvað Já. og þú veist, það er bara svo verið lesið allt og mikið í þetta og bara logið hitt sko Já, en veit, líka svolítið heimsklegt þegar þeir eru hérna já, hörru hann tók business úr tók hann í sundur upp á þakinu nýbúin að skjóta eitthvað með skrújafni sem þarf ekki skrújafn þú þarf sér verkfæri í það okay. sett þetta í bakpokan hlupið í burtu, út í skó sett business saman og lagt hana niður that makes no sense Nei, alls ekki bara, já, þetta er og sástu þetta er búið að vera sko fara í Google Leitir núna Já.
og það bara, þvílíkt spæk í nafninu hjá görnum sem skautan vikuna fyrir og, hitt og þetta bara staðsetningarnar og allt þetta, það bara kemur bara þvílík spæks allt frá Washington Já, það minnum mig á, hvað var Luigi? Hann með Mario, hvað minnur? Já, akkurat, hvaða Luigi? Já. Luigi Mangione sem skaut hann að CEO-gaurinn myndalegi gæinn. Já, Ertu að grínast? já, já Nákvæmlega. Þetta bara, það örugglega fullt af fólki sem bara Luigi hver? Já, ég var bara, ég veit nákvæmlega, gaurinn skaut þarna hinn gaurinn. Já, þarna líftrygginga gæðar hann að CEO eitthvað. Það bara, ég hef ekki frétt neitt af honum bara núna í marga mánuði. Nei, það er ekki fréttnefnd. Ekki lengur, en þú veist, það er örugglega bara eitthvað málaferðlega en það í gangi og eitthvað svoleiðis, en þú veist, okkur heyrum sem maður ekkert hvernig það gengur. Það hann heitir Luigi? Já, en hann var Ef hann ógeðslega myndi heita Mario. Mario, það var fyrsta sætið alltaf, sko. Ég myndi heita Mario, ég var það andikið. It's a me, Mario. Where is Luigi? Sem myndi alltaf, handjafnar voru að hoppa. Boing, boing, boing. Já, svo kemur þau heim og kona en alltaf bara your princess is in another castle. Segir að fara. Og brjótast inn í þann kastala og Já, nákvæmlega. drepa skrifsti. Hvað heldur þetta að fara með Tævan? Tævan? Já, helvítis Tævan. Wow. Nei, tjók. Ég ætla að skýra hann að það neikvæða nú. Wow, við erum svo neikvæðar eitthvað. Þetta er þungu þáttur. Já, settu myndin af okkur það sem að, Við erum grátandi. já, og svona þrumuský fyrir ofan okkur. Svona svart ský bara. Ok. Nei, Tævan? Hvað er að gerist Tævan? Tævan náttúrulega býr til 90 og eitthvað, næstu 100% af öllum örgjörum sem að við eru í símónum okkar og bara öllu, bílunum okkar og allstaðar. Já, og chipinu í handlegginum út af fengu sprautunar. Já, akkurat, sem Bill Gates gaf okkur í COVID. Já. Einmitt. Það er allt saman búið til í Tævan. Já. Og það er stóra ástæða fyrir því að Kína vill innlima Tævan. Vá. Innlima kæfan. Wow. Ég veit ekki hvað er þetta kom. Innlima kæfan. Já, þú veist hvað ég meina. Nei, vilja taka yfir Tævan af því að þú veist, það er bara vita mál og opinbert mál að Kína er bara njósnaríki. Já. Og ef að þeir komast yfir alla örgjörfa í heiminum og geta bara installað spyware á allt saman einhvern veginn, þú veist, það er engin öryggur. Engin. Og ástæðan fyrir því að Tævan er að gera þessa örgjörfa er að það er bara eitt fyrirtæki í heiminum sem er að búa til græjurnar sem þarf til þess að búa til örgjörfana. Já. Og það er eitthvað hollenskt fyrirtæki sem að býr til eitthvað ofur slétta spegla sem þú þarft og þú veist, og það er allt í einhverju svakar versmiðju og eitthvað svoleiðis. Þannig að ef að Kína tekur yfir Tævan og þá er engin örgjörar sem maður getur treyst lengur, sko. En okkur ætti mér ekki vera sama þótt að einhverju að fylgjast með mér, sko. Ég meina það er ekki eins og þú sést að segja einhver leyndamál, einhver hernaðar leyndamál eða eitthvað svoleiðis, en það er bara allt svona direct advertising og eitthvað svoleiðis. Skilurðu? Eins og þarna. Já. Þegar fólk er eitthvað bara, næ, ég vil ekki ég vil frekar fá, það við getum ekki stoppað auglýsingar. Já. Ég vil fá auglýsingar sem ég vil. Já. Sem, ég hef áhuga á. Ég var alveg til í það. Já. Staðan fyrir, eitthvað tippastækkurinn eða eitthvað. Já. Sem þú þarft ekkert. Jú, smá. Ok. Það er bara, ég bara segi svona, og eitthvað sem bara svona, why not? Mér gæti ekki vera sama þótt að Nei, ég er alveg sammála því og ég og kona mínu við höfum talað um það að þú veist, þetta er bara þægildi. Algoritminn veit bara hvað ég vil og beinir mér auglýsingar þanga bara, það er tilbúð hérna og þú veist, það er svona hvísla ég alltaf að símanum mínum á hverju kvöldi, bara eitthvað sluts near me og eitthvað svoleiðis og ég fæ bara bestu auglýsingar mér hvar ég finn sluts near me, sko.
Hún er hliðinar. Kona mín? Já. Wow. Jesus. Jók. Hérna, nei, konaðin er fín. Já, ég veit. Hún er ágætt. Hún hlustar, já, sem betur fyrir ekki á hans að þetta. Herru, það var komið ljós núna. Það var eitthvað stríð þarna ég glemdi að skrifa niður hvar þetta var. Allstaðar. Og in the 90s, Já. það var einhver borg. Bosníu-Hercegovina, Já, nei, jú. Var það ekki? Jú. Já. Það var búið að loka borgina inni. Og það er að koma í ljós núna að það var verið að selja ríku fólki til að koma til að snæpa venjulegt fólk, saklausa borgara og þú þurftir að borga meira til að skjóta konur og börn. Já. Pældu í þessu Yep. í 20 ára þegar myndir eru komnir út bara maður eitthvað, já, ríka fólki maður, nei, þetta myndi aldrei gerast. Þetta er bara komið í ljós að this actually happened. Já. Bara, mér fannst þetta insane. Já, fyrir 30 árum síðan sko. Já. Þannig að hver er að segja að það hafi ekki verið að gerast í öllum átökum og styrjöldum sem hafa orðið síðastliðin 200 ár. Nákvæmlega. Mér finnst þetta galið. Þetta er svo 100% ekki fyrsta eða síðasta skipti sem þetta hefur gerst. Nei. Að það er nógu mikið af twisted fólki á því sem á skítnóa penningum sem myndi bara, þegar þú komin í yfir $1 billion, þú þarft að vera smá geðveikur til að komast þangað. Já. Og sérstaklega síðan ertu komið með það mikið pening að ekkert veldur það er ekkert spennandi lengur, nei, og hefur efna öllu. Já. Og hvað áttu að gera? Nákvæmlega, það má ekki skjóta ljón og fíla og eitthvað, þannig að ég bara fer og skýt saklust fólk. Þetta því að það má. Já. Að greinilega. Það kemst upp með það. Þú veist, það er bara stjórnvöldin sem er að leyfa þér það, skilur við, bara fá smá pening og akkurat. Þetta galið, sko. Þetta er bílun, sko. Algjör sturlun. Nvidia er orðið dýrmætasta fyrirtæki í heimi. Virði $5 trillion. Í media. Nvidia. Hvað er það? Það er basically það sem er í öllum tölvum og símum og öllum svona tækni gerum núna. 10 trilljón. $5 trillion. Vá, eitt sem var ekki að hlusta. Já. 5 trilljón. 10 trilljón. Wow. That's Trump math. Vá. Þannig að, já. Þannig að hérna, það er náttúrulega bara, þú veist, þetta er aðal bakvið hérna gervigreind og svoleiðis, það er Nvidia. Já. Þannig að hérna En pældi bara fyrir stuttu þegar George Lucas seldi Star Wars á $4 billion. Allir voru bara wow, hvað mikið. Núna er þetta bara svona bara prumman. $4 billion. Hvað er það? Hvað er það? Já. Það er þetta er bara rugl. Já. Hvað er stutt síðan? Já, það er talið að Elon Musk verði fyrsti trilljónarmæringurinn bara næstu 5 árum eða eitthvað, sko. Opinberlega. Já, fyrir utan, náttúrulega Putin og Xi Jinping og eitthvað svoleiðis. Kim Jong-un. Og svona gæja sem að Já, Putin. Ég held að Putin er bara hann er óbyggilega ríkasti maður í heimi, sko. Já, líka, veist, olíufurstarnir hérna í Dubai og allt þetta. Já. Við þurfum að fara í Dubai. Við þurfum ekki að borga skatta. Já. Það er bara, ég er til í að vinna þar, sko. Já, það eru örugglega til betri staðir með minni skötum á Íslandi en Ísland segir. Já. En já, jú, Dubai er örugglega fín, sko. Má drekka þar? Já. Er það? Já. We're there. Það er, já, ég fæst ekki fætil í landið ef ég mætti ekki drekka. Gleymdi. Nákvæmlega. Fuck no. Jú, það er svona vestrænasta borgin í hérna Saminuðu arabísku furstadæmunum, held ég. Þannig að þú veist, þar er að með allt ríka og fræga fólki, skilur. Þannig að ég veit ekki hvort það sé einhverjir, þú veist, írskir pubbar á hverju götuhorni, en þú veist, á allum hótelum og svoleiðis örglega á. Það er ekki skattar, svo við getum bara fara á rooftop bari og gegja, sko. Nákvæmlega.
Fun in the sun. Fun in the sun. Hvað ætlar að fara að gera núna? Núna þegar, það er 20. annar núna 20. Já, Hvað ætlar að gera út mánuðin? hörðu, bara halda áfram að vera neikvæður. Já, Það er rétt rúm vika. rétt rúm. Ertu búin að kaupa alla jólagjafir? Nei, ég er ekki byrjaður. Hvað meinur þið? Ég er með lista og ég kom með eina línu fyrir konuna. Það er bara eina gjöf sem mér datt í hug fyrir konuna, en það er jólagjafa listin minn og ég er ekki byrjaður, sko. Ert þú byrjaður, eða? Ég er að vera búin. Djöfusins. Ég á 3 gjafir eftir. Vá, hvað er það marga gjafir? Alltof margar. Já. Alltof margar, sko. Mm Sérstaklega þegar þetta er svo já, þetta er ég viðurkenna það, þetta er aðeins svo margar. Já, ég er búin að vera að minka þessu mig, þú veist. Ég á 1, 2, 3 4 systkini. Já. Cirka. Og þú veist, við gáum alltaf hvort öðru, alltaf jólagjafir og eitthvað. Svo fyrir systkini mín og komum börn og eitthvað, þannig að, þú veist, Þú veist alveg bara, fuck. Já, Stoppið því. nákvæmlega. En þú veist, við hættum þá að gefa hvort öðru systkinin og fórum að gefa börnunum bara hvort annars og eitthvað svona, þannig að þetta bara ykst. Já, en síðan verður öll fend og þá ert þú bara freedom. Já, nákvæmlega. Freedom. Það verður akkurat þannig, sko. Nú náttúrulega ég er búin að ferma elst af mitt Já, og systir mín fermir sína í næsta vor. já, ok. Þannig að það fækkar 2 hérna. Yes. Yes. Nákvæmlega. Bara, fuck já, maður. Já, þetta er einmitt að minka hjá okkur líka. Það veist, Já. í minni fjölskyldu Mhm. síðan er, veist, hinn fjölskyldan. Já. The other ones. Já. The other ones. Já, nei, svo hérna ástæður því ég þurfti actually pína að telja því ég heyrði í bróðum mínum pappa megin daginn, fyrsta skipti í 5 ára eða eitthvað. Ok. Ég hef ekki heyrti í honum með að séðan bara í mörg ár. Hann datt inn á eitthvað TikTok-vídeó hjá mér og bara, hei, ég fann mig eitthvað og þannig að við ætlum að reyna að hittast í kaffi. Ok, gegga. Þannig að það verður gaman. Má ég koma með? Þá getur við, this is my brother from another mother. Já. Ég gera, hello. Já. Tróðu mér inn. Já, við getum strax bara að vera par. Sjá hvort hann trúi. Það var ekki aðveikt. Má ég vera með varalitin sem Já, það sem þú settir á svínið. Ég sett á Sem í sínu. augað. Svo popp út auga, svo blokk. Þetta er Birkir. Já. Blokk. Þetta er bara Jesus. Heyrðu, on that note. Já. Er ekki bara komið nóg af neikvæðum nómber? Jú. Höfum næsta þátt ógislag. Já, þetta var svolítið Uppbyggandi. öðruvísi að vera að tala um fréttir og pólitík og eitthvað svoleiðis. Já, við vorum bara að spjalla. Já, þetta var bara svona spjall um daginn og veginn og svona. Hitt og þetta. Já, Aðalega þetta. sem er akkurat. Neikvætt. Akkurat. Þannig að- Það vona að við vorum ekki óneikvæð. Nei, þetta var ef það fór eitthvað, ef það var eitthvað sem stuðaði ykkur þá var það brandari. Svona bara orðað að þannig Sem þú sagðir. Já, sem örglega ég sagði. Ekki taka neitt alvarlega sem við erum að tala um hérna. Definitely Þetta þú. er safe space. Já, nákvæmlega. Við erum öll vinir. Já, Herru, takk í dag. takk sem að leið. Bye. Þú verður svo cancelled.